Komið öll sæl og blessuð. Ólafur H. Knútsson heiti ég og kem frá Íslensku Kristkirkjunni. Í dag 7. dagur alþjóðlegu bænavikunar. Yfirskriftin ber heitið Það sem nú þarf ekki að vera svo. Og þannig von fyrir hinn vesæla og ílskan lokar munni sínum, segir í Job 5:16. Valdhöfum hefur hann steypt af stóli og upphafið smælingja. Lúkas 1:52. Job lifði góðu lífi en misti óvænt búfé sitt og þjóna og þoldi örbirgð þess að horfa upp á dauða barna sinna. Hann þjáðist í huga, líkama og anda. Og öll þekkjum við þjáningar sem að koma fram í huga okkar, líkömum og anda. Og við drögum okkur burt frá Guði og öðrum og missum kannski vonina. Samt erum við sem kristin sameinuð í þeirri trú að Guð sé með okkur mitt í þjáningunni. Þann 11. apríl 2021 skaut hvítur lögreglumaður Daunte Wright tvítugan Bandaríkjamann í Minnesota af afrísku bergibrotin til bana þar sem hann beið á gatnamótum. Og þetta átti sér stað meðan réttarhöldin yfir Derek Chauvin vegna dráps á George Floyd stóðu yfir. Það auðvelt að finna til vonleysis þegar við erum enn á ný minnt á að við lifum í brotnu samfélagi sem virðir ekki að fullu eða hefur í heiðri og verndar mannlega reisn og frelsi öllum til handa. Brian Massingale, framámaður í kaþólskri samfélagssiðfræði og fræðimaður í kynþáttaréttlæti segir: Samfélagið samsafn fólks. Samfélagið sem við búum við árangur af vali og ákvörðunum manna. Það þýðir að fólkið getur breytt hlutunum. Það sem við mennirnir getur skemmt, deilt upp og sundrað, getum við með Guðs hjálp læknað, sameinað og endurbyggt. Það sem nú þarf ekki að vera svo. Í því felst von og áskorun. Í bæninni þá halla kristnir menn hjarta sínu að hjarta Guðs til að elska það sem hann elskar og elska eins og hann elskar. Og heilsugar bænir halla því hjörtum allra kristina án tillits til ágreinings að því að elska það hvern og hvernig Guð elskar og að sýna þennan kærleika í verkum okkar. Kristin eining. Lofsöngur Maríu söngur gleði vegna alls þess sem að hún sér að Guð að gera. Að endurvekja jafnvægi með því að hefja smælingjana upp, leiðrétta óréttlætið með því að fæða hina hungruðu og að minnast Ísraels þjóns hans. Drottinn gleymir aldrei loforðum sínum, né yfirgefur hann líð sinn. Það auðvelt að horfa framhjá og vanmeta trú þeirra sem tilheyra öðrum kristnum samfélögum, einkum ef þau eru lítil. En Drottinn læknar fólk sitt með því að upphefja smælingjana þannig að gildi allra séu virt. Við erum kölluð til að sjá með hans augum og meta hvert kristina systkina okkar eins og hann metur þau. Og áskorunin sem við stöndum frammi fyrir þessi: hvernig getum við komið saman í Kristi með von og trú að Guð loki munni óréttlætisins? Við skulum biðja. Guð vonarinnar, hjálpa okkur að muna að þú ert með okkur í þjáningunni. Hjálpa okkur að veita hvert öðru von þegar vonleysið gistir of oft hjörtu okkar. Gef okkur að við verðum grundvölluð í elskandi anda þínum við vinnum saman að því að þurrka burt allskyns kúgun og óréttlæti. Gef okkur djörfung til að elska það, hvern og hvernig þú elskar, þannig að það sjáist af verkum okkar. Fyrir Drottinn okkar, Jesú Krist. Amen.